Hæ, Guðni hérna hjá Hljóðheimum. Í dag ætlum við að kíkja aðeins á drumrackinn í Ableton Live og hvernig við getum nýtt hann og þá sérstaklega effektalega séð. Við ætlum að nota send og return inn í trommuheilunum eða drumracknum og þó þetta hljómi svona eitthvað frekar flókið þá er þetta mjög einfalt og á eftir að hjálpa ykkur mjög mikið í pródúseringu. Annað sem ég ætla að kíkja á er MIDI mapping, hvernig við getum MIDI mappað þessa effekta inn á MIDI controller. Við að fara svona lauslega hvernig við gerum það. En til að byrja með þá þurfum við að búa til drumrack og ég er búinn að búa til drumrack hér eins og þið sjáið. En til þess að búa til drumrack þá er það Shift Command T eða Shift Control T á PC og þið getið annarkvort, þið getið farið hérna í Instrument, Drumrack, annarkvort dreigið drumrackinn á MIDI rásina eða bara tvíklikað og þegar við erum komið með hana hérna á rásina þá ætlum við að byrja á að skýra þetta og þá smellum við hérna á og ítum á Command R eða Control R til þess að skýra og kallum þetta beat. Alright, og svo ætlum við að finna ykkur samples inn í trommheilan. Við þurfum að finna kick, snare, hi-hat og open hi-hat. Og þá förum við í samples og þetta er samples sem fylgja Ableton Live. Og ég ætla að skrifa hérna kick og hérna er 808 kickið, alltaf hjátt skemmtilegt. Svo þurfum við snare, svona, velja hérna 707, hennan klassískur. Svo finnum við hi-hat, þessi fín, og einn open. Ok. 909, open hi-hat, 707, closed hi-hat, snare 707 og 808 bassatrúma. Mjög svo gott kombo. Þegar við erum búin að þessu, þá ætlum við að fara hérna í klippu, tvísmella á klippuna og þá fáum við upp MIDI editorinn hérna. Og þessi hljóð hér, þetta eru hljóðin sem eru inn í trommuheilunum, sömplin sem við vorum að setja inn. Og ég ætla að búa til núna bara einhvern einfaldan takt. Nei, svona. Pröfum þetta. Ok, þetta er fínt. Ef við íti hérna, við fyrir hérna og hérna séum við takk sem heitir Duplicate Loop og tvöföldum við þetta og ég ætla að tvöfölda þetta og bæta við hérna sneril. Hlustum á þetta. Eitthvað svona. Ok, svo förum við hérna niður. Þá fáum við trommheilan upp. Og núna það sem við ætlum að gera, við ætlum að fara hérna og íta á live logoið sem er hérna vinstra megin í trommuheilunum. Og ég smetla það og svo ætla ég að smetla hérna á S og R. S stendur fyrir send og R fyrir return. Og þá birtist þessi gluggi hérna upp og inn í þennan glugga ætlum við að setja effekta. Og ég ætla að fara hérna í Max for Live sem er hérna og audio effect og velja reverbið frá Max for Live. Alveg æðislegt reverb, mjög vel hannað. Endilega pröfið það ef þið eru ekki búin að pröfa. Og það sem við gerum, við drögum það hérna inn í kassan. Ok, þá er það komið og svo förum við hérna í audio effects og ég ætla að velja hérna ping pong delay og simple delay, svona, bara einhver effekta. Ok, þegar þetta er búið, þá er komið að því að hérna MIDI
mappa. Og núna ég með hérna þennan MIDI-controller hérna, svona einn af mínum uppáhalds, bara ótrúlega margir takkar og þetta sæna fullt af hljóðum inn á hann. Og þetta semst hérna BCR 2000 MIDI-controller. En allavega þá semst það sem við gerum, við ítum hérna á Command M eða Control M á PC og þá verður þetta allt blátt. Og núna erum við í MIDI mapping viewinu. Og það þýðir að núna getum við ítt á einhver takka hérna inni og sæna hann á takka hérna. Og þegar við hreyfum hann, þá hreyfist sá takki. Og ég ætla að íta hérna. Ef ég íta á píluna hérna upp á rásinni, þá birtast hérna nokkar aðrar rásir. Og þetta eru sérst hljóðin sem inn í trommuheilunum sem við vorum að setja inn. Og þið sjáuð A, B og C hérna stendur fyrir send A, send B og send C sem eru sem sagt A reverbið, B ping-pong delayið og C simple delayið. Og ég ætla að byrja á því að á sneriltrommunni þá ætla ég smelli hérna á sneril A á sneriltrommunni og hreyfi sem sagt þennan taka. Ok, þá var hann komin inn. Svo vel ég hérna á B, vel ég þennan taka, svona, og C vel ég þennan. Ok, svo fer ég hérna á hi-hatinn og ég ætla að gera það nákvæmlega sama og gera það bara hérna, svona, þetta reverbið, hérna, delayið, svona, og hi-hatinn hérna líka það sama, bara hérna, svona, ok, og þegar við erum búin að þessu þá smellum við bara aftur á Control eða Command M og fyrir út í viewinu. Ok, og þá núna erum við búin að setja effektana á þessa takka þannig að við getum stjórnað hversu mikið af effektum fer á þetta tiltekið hljóð sem inn í trommuheilunum. Og núna ætla ég að spila. Gleyma hvað setja á það. Ok, og þetta eins og við sjáum þetta mjög þægilegt að vinna svona, vera með allt mappað á MIDI-controller fyrir staðan fyrir að vera alltaf að nota músina og hérna, það verður miklu meira svona flæði á því sem þú ert að gera. En ok, þá þetta komið og núna ætla ég bara að íta hérna á rec hérna uppi og taka sem sagt upp í hérna arrangement view og sýna ykkur hvernig þetta virkar. Eitthvað svona, ok, og svo ég flippa hérna ít á tab, flippa yfir arrangement view og hérna sjáu þið að allt sem ég gerði á hérna MIDI-controllerunum, við tókum það upp og þannig, sem sagt, svo getið þið farið bara eftir á, ef þið fílið ekki einhverja hreyfingu sem þið gerðið, þá bara getið þið farið hérna og laga það. Þannig að hérna, þetta mjög þægileg aðferð til þess að semja og halda svona, já, þú veist,
bara þetta verður miklu náttúrulega allt og þú veist, settið eða lagið ykkar verður bara betra fyrir vikið. Þannig ég myndi tileinka ykkur þetta að nota þessa aðferð við að semja.